Ég held ég hafi prófað allt sko. Já, ok. Og það bara byrjaði mjög snemma, ég held þegar ég 16 ára. Og síðan fer ég bara svolítið að trappa mig niður úr því. Já. Að reyna að halda mig bara við áfengi og var einhvern veginn alltaf í einhvern svona barningi með þetta. Þú veist, að vera ekki nota örvandi efni. Já. Þú veist, með áfenginu sem að komi yfirleitt alltaf, þú veist, maður byrjaði að drekka og var allt og fullur og þá þurfti maður að nota einhver örvandi efni sko. Já. Og þannig að já, ég er svona mjög fljótur að fara bara svona að reyna að hætta og stoppa því það var alltaf einhvern veginn innra með mér, þú veist, einhver rödd sem sagði mér að ég ætti ekki verið að gera þetta og þú veist, að einhver samviska þarna innra með mér sem að svona fannst eins og þetta væri ekki fyrir mig sko, en samt eitthvað svona stjórnleysi í þessu líka sko. Þannig að alkoholismi í fjölskyldinni eða? Já, ég bara út allt sko. Já. Það er bara alkoholismi og meðvirkni þannig að þetta er bara allstaðar sko. Já, það er bara oft, já, þetta helst svolítið í hendur sko, ég held að sé engin fjölskylda þú veist, með alkoholisma sem er ekki meðvirk sko. Þetta er bara einhvern veginn þetta blandast allt saman einhvern veginn saman og þú veist, það er bara já, ég er mjög gott þegar fólk vinnur í þessu hvoru tveggja, þú veist bæði alkoholismanum og meðvirkni sko. Já. En hvenær varstu þá edrú í fyrst skipti? Ég var edrú í fyrst skipti bara held ég 21 árs. Já. Og að því ég var bara, þú veist, þetta fór bara rosalega hratt hjá mér og ég var bara mjög fljótur að þróa með mér bara neyslu og var bara, það var alltaf bara helgardæmi sko. Já. En þú veist, helgarna voru alveg farnar að lengjast, þetta var alveg bara að byrja að vera á 50 og enda á sunnudagskvöldum sko, þannig að maður fljótur að einhvern veginn þróa með sér þessa fíkn sko. Já. En ég byrja að mæta á fundi og verið edrú 21 árs. En þú veist, þá er ég raunin ekki tilbúin, ég fer bara því að vinur minn er að fara og þú veist, fæði mér einhvern sponsor fyrir að vinna þessi spor og þetta og næði ykkur 8 mánuðum. Já. Og síðan bara detti ég það aftur og þá einhvern veginn upplýði ég svona, þú veist, þetta stjórnleysi og ég svona, þá fattaði ég þetta mikið betur eftir einhvern veginn ég datti og vaknaði daginn eftir. Já. Þá var þetta allt einhvern veginn mikið skýrara fyrir mér og ég hugsaði þá með mér þegar ég vaknaði eftir þetta fyllir í og það bara ég ætla að halda áfram að vera edrú og segja bara við tók bara einhverju 6 mánuðir að stjórnleysi sko. Já.